Þá er það áframhald á D-lið. Við ætlum að finna skurðpunktana á þessari beinu línu við fleygubúann. Við ætlum að reikna það út, og ég er búinn að skrifa hérna, það er mínus 3,0 og 3,6. Til þess að reikna þetta út, þá stek ég jöfnuna fyrir fleygubúann og jöfnuna fyrir beinu línu. Ég stilli þeim bara beint upp móti hvort öðru og flyt beinu línuna yfir. Þá fær þetta x mínus og þetta þessi þrýstu verður mínus. Og skil eftir jafnt og 0. Reiknum út þar sem ég get reiknað hérna út og þá stend ég uppi reyndar fyrir tilvíðun með samokkararing, x öðru mínus 9. Notum D-regluna á þetta, þar sem a er 1, b er 0 og c er mínus 9. Það komið upp. Þegar við gegnum D-regluna, fæ þá út að d er 36. Það er að skrifa 36 hérna. Klárum D-regluna og þá fæ ég út að x1 er 3 og x2 er mínus 3. Ég er þá komin bara með x-gildin á þessum skurðpunktum. Ég er ekki komin með y-gildin. Ég þarf að reikna þau sérstaklega. Og það er piece of cake því að það sem ég geri er ég vel mér bara aðra hvora jöfnuna til þess að nota. Og yfirleitt er auðveldara að nota jöfnuna fyrir beinu línu. Það er það sem ég geri. Bý til litla gildistöflu fyrir hana og svo pröfa ég þessi x-gildi fyrir skurðpunktana, plus 3 og mínus 3. Og þá fæ ég út að y-gildi fyrir þristinn er 6 en y-gildi fyrir mínus 3 er 0. Þá eru skurðpunktarnir hérna mættir, 3,6 og mínus 3,0. Ég get þá klárað svarið.